náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Þótt Þorgríms stoltur styrktaraðili Þvottahússins. Arnór Sveinsson, namaste. Namaste. Velkomin í Þvottahúsið. Takk hérlega fyrir að fá mig í heimsókn. Bara alveg. Okkar ánægjan. Okkar algjörlega ánægjan og heiðurinn. Sko, við ætlum að byrja á því að minna á styrktaraðila þáttarins sem gott CBD og Þótt Þorgríms. Við erum þeim ævinlega þakkláttir. Heldur betur. Er það ekki? Jú. Við viljum einnig minna á að subscribe á YouTube og öðrum streymisveitum. Ég fann að sjá svo illa. En samt, þetta eru gleru, ég fann þau fyrir utan vörglasum daginn. Já, ok. Og þannig að þau virka ágætlega. Ég þarf kannski að fara að kíkja á augnlækni. Já, hvernig væri það? Herðu, alright. Arnór, þú ert þarna velkomin. Þú ert kælimeistari og núvitundarmeistari Primal, Æsland. Það eitt orð, eða 2 orð sem við getum kallað. Það ekki? Svona erfitt að setja þetta í einhvern veginn flokk, það sem maður að einblína á. Já. En við, sko, upprunalega þá fengum við því hérna sem svona kælimeistara. Við áttum eftir að fara alltaf í þetta Wim Hof dæmi og Kuldan. Af einhverju dýft, sko. Já, dýft. Við erum búin að vera einhvern veginn að pissa utan eða svolítið. Smá. Já, svona snerta yfirborðinu, sko, en ekkert farið á, að því að margir sem á komið eiga það samheilt að vera búin að vera svona fikra sig áfram mismikið í kuldanum, sko. Já, og grafa eitthvað svona hólur. Já. Og svo fór ég að skoða þau og hérna og sé að svona ýmislegt annað líka bara sem að, veist, við viljum fara inn á og ég er búin að gera svona létt handrit. Þú ert með áhugaverða sögu, þú starfaði sem sjómaður í mörg ár. Yes. Ekki? Yep. Og það myndi maður halda að vera svolítið svona, hvað ég segja, svolítið svona andstaðan með að við kannski svona, með hvar þú ert í dag. Þetta eru svona svolítið svona ólíki pólar. Já, kannski ekki andstæða. Nei. Þegar náttúrulega, þú veist, það sem maður er að praktisera í dag kæmi sér mjög vel á sjónum, skilur. Hefur ekkert spáð í því að fara aftur að sjó, þá? Ég svona, þú veist, í þessu COVID-ruglið þegar það var að byrja, þá svona, þú veist, maður náttúrulega, þú veist, gæti ekki verið að halda viðburði og svoleiðis eins og maður vildi. Já, þannig að ég var bara svona, djúvill var bara fínt að fara út að sjó núna, taka nokkra túra og þú veist ekki hugsa neitt, bara vakna, éta, skýta og vinna og þú veist. Já. En hérna, þetta var bara svona hjá mér þegar ég hætti á sjónum, það var svona margt sem að leita að því. Og það leiði að, sem sagt, svona aðalpunkturinn var að, sem sagt, frændi mér sem var með mér á sjónum, hann lést. Og þá var ég bara svona, ok, þú veist, það er eitthvað meira í lífinu heldur en að vera á sjónum og vera síðan í landi að, þú veist, djamma, reykja gras og þú veist, það var svona engin stefna, skilur. Það var það sem þú varst að gera? Já. Varstu stoner? Ég var stoner. Já, þú misnotað THC? Já. Ég notaði það í rauninu bara sem flotta, skilur við. Þú veist, sem er náttúrulega, svo, þú veist, cannabis er náttúrulega, það eru margar hliðir á því. Og hérna, þetta getur verið ein hliðin, það sem þetta er í rauninu bara flótið, sko. En þetta var þetta slys, altså, sem að frendiðin þá lendir í, eða? Já, þetta var í rauninu, það var öll áhöfnin bara, fórum svona 2-3 ára fresti í einhverju utanlandsferð, allir saman, sko. Og hérna, já, vorum í Lettlandi, eða Litáin, Ríka. Og sem sagt, menn voru bara búin að fá sér mikið og hérna, einhvern veginn endaði hann inn í spennustöð bara svona, hjá einhverju húsasundi. Og hérna, þannig að það bara svona, þetta var mikið sjokk og einmitt, þá fær maður bara svona högg í andliti, skilur við, þú veist. En hann endar inn í spennustöð, altså, og verður slysið á sér starf þar, eða? Já, við raunum vitum ekki, þú veist, það kannski bara verið, þú veist, velölvaður og haldið að því þetta er ekkert eins og hérna í Íslandi. Það virka bara eins og hurðin í húsi eða eitthvað og hérna, það hefði náttúrulega átt að vera læst en hérna. Þannig að þetta, og þú hefur verið að núti þegar þetta gerist. Já. Og þetta hefur virkað sem eitthvað svona hálfgett svona wake up call þá fyrir þig, eða? Já. Já. Þú veist, maður var alveg farin að, þú veist, ég hafði komið leið á, þú veist, þessu lífverðni sem ég var, þú veist, áður en þetta gerist. En þetta var bara svona, þú veist, eitt af þessum höggum, það sem maður bara basically, þú veist, mann er alveg samum það sem maður er búin að vera að gera, skilur, maður er ekki að halda í eitthvað gamalt, maður bara svona. Myndur þú skilgreinna, varstu fíkill á þessum tíma?
Myndirðu skilgreina þig sem fíkill Ég þarna? myndi, já, svona, þú veist, ekki að þetta þú veist, það er svo misjátt líka náttúrulega hvað maður fíkill í. Og, þú veist, ég var að reykja, ég var að nota, þú veist, önnur efni með áfengi. En það var samt svona bara þegar ég var að fá mér áfengi. Og Partí. en, þú veist, smókurinn var þetta sem var mitt komfort, skilur Hvað það sem þú ert að sækja í smókin, heldurðu? Sko, á þessum tíma hefur þetta bara verið, þú veist, náttúrulega byrjar bara sem vani, skilur bara, vinahópurinn í þessu, þú veist, og á því þetta virkar í rauninni að því maður heyri sögur af fólki sem í neyslu, sem komið bara algjörlega á botnin, þá virkar þetta einhvern veginn bara, þetta er bara fínt, skilur bara, þú veist, horfa á bíómynd, panta pítsu, spila tölvuleiki, fá sér smók og sem kannski kíkja út í bæ að maður ætlar að fá sér í glas eða eitthvað svoleiðis. En þú veist, þegar þú ert að gera, því þegar þú ert á sjó, svo ert í landi, þá ert ekki í neinni vinnu eða neitt. Þannig að þú veist, það er engin stoppari, þú bara vaknar og kannski bara, ég fæði bara smók. En er þetta ekki rosa algengt meðal sjómanna, sérstaklega á lengri túrum? Þetta líferni, skilur, bara svona... Jú, ég náttúrulega sko veit ekki hvernig þetta er í dag. Og þú veist, það er svo langt sen að ég var í þessu og ég er alveg nokkuð viss það eru margir sem eru til dæmis kannski farin að tilenga sér einhvað af þessum hlutum sem að ég er að vekja athygli á í dag. Og þú veist, ég veit bara til dæmis að það eru margir togarar konur með bara þeir eru komið köld kör í þú veist, og ég hef bara heyrt sögur að því að þú veist, þú náttúrulega þegar þú ert á sjónum þá er Það ætti nú ekki vera flókið að vera með köld kör þar, sko. Nei. En þú veist, á sjónum, þú veist, þá er svona bara svona lyfjabúr, skilur sem að stýrimaðurinn og skipstjórinn hefur aðgengi að, skilur, ef eitthvað kemur upp og ef menn er að drepast, þú veist, þú fórst bara og fegst íbúfen og varst með vöðabólgu eða eitthvað svoleiðis. Og basically bara íbúfen og hvað heitir þetta, voltarín eða eitthvað svona, að bara droppa þig niður eftir að menn fóru að kæla, sko. Já, áhugavert. Þannig að, þú veist, það var alveg gaman að sjá hvernig þetta er orðið í dag, sko. En jú, þetta er alveg, þú veist, það er svo auðvelt að bara þú ert í fríi, bara, ég fæ bara svo. Og svo náttúrulega maður horfir nokkra kynslóðir tilbaka og það er oft þannig, skilur, að pabbiðinn var í sjónum með afiðina, þá ferð þú þarna og... Kemur úr svona fjölskyldu það? Já. Hvaðan ertu? Ég er uppalinn á Álftanesi. Já. Ég var á Hafnfirðingaskipi. Já, einmitt. Og þannig að en pabbi minn var á sjónum sem kokkur og sem sagt ég byrja á sjó sem sagt hjá bróðurinn að mömmu. Og þú veist, afi minn var líka á sjó og svona, þannig að þetta er alveg... Það liggur í blóðinu. Það er salt í blóðinu, sko. Sko, áður en við förum úr svona sjómennskunni og yfir til Thailands, þá langar mér svona aðeins að spurja, sko, hvernig upplifðirðu að vera á þessum tíma, þú veist, kallmaður, meðal annarra kallmanna á sjó. Þú veist, hvernig er stemningin, sko, þú veist, hvernig varst að upplifa kallmennsku þá, hvernig þetta upplifa kallmennsku núna, þú veist, myndirðu segja hún hafi verið eitruð eða heil, þú veist, hvernig skilgreinirðu eitrað og hvernig skilgreinirðu heila kallmennsku, þú veist, í dag, því núna ertu greinilega komin aðeins meira yfir í myktina, sko. Hvað með þessa kallmennsku? Ég sagt það bara allavega að vera á sjónum, það sem að heillaði mig rosalega mikið er að þú ert í træpi. Já, samheldni. Það er held ég líka það sem að ég held að það sé svolítið heillandi fyrir marga sem eru á sjónum. Þú veist að þú ert partur af einhverju træpi og þú veist, menn eru kannski ekki alltaf sammála og þannig, en þú veist, menn eru að vinna saman að sama markmiði. Menn eru líka til staðar þegar það þarf að vera til staðar. Þú veist, þó að það sé já, þú veist, valla knúsa eða eitthvað svoleiðis en þá myndi þér ganga eld og brennistein, sko, fyrir félagann, sko. En ég meina, þú veist, þú veist, það er svona alls konar skilur, það var verið að ríða, þú veist, í landi og eitthvað, og gerður þetta, pröfaður þetta. Ég byrja náttúrulega bara strax eftir grunnskóla sem messi, sko. En það hefur einhvern veginn bara verið með mig að það er erfitt að hafa áhrif, þú veist, á mig, að breyta því þessum að mér finnst, svona rétt. Og en jú, auðvitað, þú veist, ef við viljum kalla þetta, ég er skemmtilega kannski að segja bara óheilbrigð kallmennska, þú veist, og í dag náttúrulega bara, þá svona, þú veist, ég er að rækta með mér heilbrigða kallmennsku og
ég þarf ekki að vera að fókusera mikið á það sem að er óheilbrigt og þannig held ég að það hefur bara verið hjá mér með allt skilur að þú veist til dæmis þegar ég hætti á sjónum og ég fer út til Thailand skilur, ég fekk mér alveg stundum í glasana og eitthvað svoleiðis en þú veist á sama tíma er ég mikið að þú veist ég er að læra hugleiðslu, ég fer í jóga og því meira sem ég praktisera það þú veist því minna verður hitt áhugavert og í rauninni það er bara það er ekki þörf fyrir þessa þú veist hugarbreytingu þú veist þú ert bara einhvern veginn nei mig langar ekkert í rom og kók núna skilur þannig að þú ert að segja í rauninni það er í rauninni bara afleiðingin þá í þínu tilfelli af iðkun sem snýr þá að alls og hugleiðslu eða jóga er heilbrigð karlmennska þú veist, þú er rauninni, þetta snýr að frambúða eftirspurn og þú er rauninni losar þig við í rauninni þessa vankanta sem að já, ég held það bara skilur þú veist, þegar þú fyrir að rækta sjálfan þig að þú veist, þá finnur út hvað er rétt skilur hvað er heilt fyrir þér já. Og þá er bara ekki rými fyrir þú veist bullshitið skilur nei, einmitt og þú veist þetta er allt þetta þú veist eins og það sem við köllum eitur kallmennska þú veist þetta eru hegðanir úr fortíð skilur og þetta eru hugmyndir líka þú veist fyrir sumum er bara hefur enginn heyrt svona hegðun skilur mig eða orðið vitni af því og þú eru heyrað og eru bara absúrt en svo eru sumir kannski sem alast bara upp í kringum svona hegðun og þeim finnst það bara eðlilegt og það er svona vantar í rauninni kannski eitthvað plattform það sem er hægt að ræða þú veist heilbrigð tengsl og þá bara svona að því að núna er þetta svolítið bara þú mátt ekki vera svona bara skam skiluru og þá svona náttúrulega þú veist að því það er náttúrulega ákveðin orka bak við þessa hegðun skiluru sem er hægt að í rauninni nýta öðruvísi skiluru heldur en að slá á rassin á starfsfélaga eða þú veist vera með dólg skiluru en allt í henni veistu bara ekkert hvað átt að gera og ég hugsa að þú veist að kallmenn þurfi í rauninni bara að hittast og ræða saman þú veist hvað er heilbrigð kallmennska og hvernig getur maður í rauninni þú veist byrt þessa orku á heilbrigðan hátt en af hverju, núna sé ég það er alls konar svona konunámskeið og kynnast konur að kynnast konum og konur eru konum bestar og konur þetta og konur hitt og allt þetta af hverju af hverju eru þá þið ekki þú ert náttúrulega í þessu jógakennara bransa og öllu því og við vorum eina karl hérna daginn og mikill meistari skiljið og fleiri svona dúdda af hverju eru þið ekki að prómóta bara einhver alvöru bara einhver alvöru námskeið bara kallmennska bara heil kallmennska mér finnst bara orðið kallmennska fyrir mér þetta orðið bara eitthvað svona semi-tabú bara eitthvað þetta er alltaf sett í eitthvað svona búninga eitthvað svona bílskúra samfélag sem allir geta komið og laga bílana þetta er búið svolítið mikið núna sko já en ég getur ekki bara breytt þessu ég er bara ég er bara stoltur af minni kallmennsku altså sem hreinri kallmennsku þegar hún er rein sko af hverju getum við ekki fara að virka þetta meira og boða þetta er eitthvað sem er alveg þú veist í uppbyggingu og er búið að taka lengri tíma heldur en að okkur ætlaði sko en þetta algjörlega vantar en ég veit að það eru búið að vera einhverjir kallarhringir og svoleiðis og það hefur reyndar alltaf verið þegar ég er með einhvað ívent en þetta er svona ég er með fullt af hugmyndum og það er einhvern veginn eins og við vitið maður er með ákveðna rútínu maður er með ákveði svona prógram sem maður lætur rúla það er þægilegt bara að gera það aftur og aftur þannig að það bara það er tímaspursmál hvenær að það verður eitthvað í boði það er nefnilega eitthvað ákveðið svona momentum í gangi núna sko það sem ég finnst vera bara rík þörf á því að fara að blasta þessu út sko það er búið að vera svo mikið tal eitraða kallmennsku að við þurfum kannski mögulega að fara að skilgreina þessa heilbrigðu sko og hver bara náttúrulega sé þú veist ef það er bara verið að fókusera og við náttúrulega skilur við fylgjum svo mikið fjölmiðlunum það sem kemur þar þú veist þetta er bara þú veist þetta er aðdráttarafl og þú veist það er talað mikið eitraða kallmennsku þannig að ef við myndum vera með meiri umfjöllun hvað er heilbrigð kallmennska að auðvitað þá náttúrulega kemur það meira upp á yfirborðið þannig að þú veist það er svona þú veist þetta er bara
þú veist, eins og Guðni segir, skilur, allt sem við veitum athygli vex og dafnar og þannig að ef að það er alltaf verið að tala um það sem er slæmt þá náttúrulega fær það mikla athygli þannig að það þarf náttúrulega að breyta umræðin í, skilur, ok, hvað er þá heilbrigð karlmennska þú veist, hvað er að vera heill karlmaður og ég held líka partur af því fyrir karlmann að í rauninni fær heilbrigða karlmennsku eða býr til heilleika með sér að, þú veist, ef við tökum bara orkunar þú veist, bara karlorka og kvennorka þú veist, karlorkan og kvennorkan er bæði í kvenmanni og karlmanni og ég held að kallar séu svolítið hrættir við að skoða kvennorkan í sér þú veist, það er ákveðið tabú með það þú veist, þú gæti þá þýtt að ég sé samkynhneigður eða ég vil ekki sýna þessa hliða mér eða eitthvað svoleiðis en þú veist, til meira, þú veist, og það er líka bara glata að lifa heilt líf og þú ert með einhverja orku, þú ert með einhverja hliðaðir sem þú þorir ekki að skoða bara bælt og það er líka það sem hefur bara gerst í gegnum aldinar, að kvennorkan er bæld niður Já, en það er í rauninni ekki hægt sko, því hún leitast alltaf eftir að hún er að koma sterkt upp núna Já, en hún kemur alltaf fram bara þá oft á vitlausum stöðum ef ég er að þrýsta þessu einhvern veginn út í horn sko. Já, og það er, þú veist, og þá er það meira aggressiv Einmitt, nákvæmlega, í þá í formi ofbeldis alls konar En eins og ég sé bara hvernig þetta er að gerast í dag þú veist, kvennorkan hefur verið bæld í bara margar aldir þú veist, bara kvenmenn, þú veist, fá ekki að vera þú veist, eins og þær vilja vera manneskjur. Fá ekki að vera manneskjur, skilur, það er ekki langt síðan að bara þær átt ekki að fá að kjósa, skilur og þar að leiðandi bælum við líka kvennorkuna í okkur í karlmönnum og núna er hún að rísa upp og hún er að rísa upp með rosalega miklu poweri og auðvitað koma náttúrulega líka öfgar í því þú veist, það er svona slingshot sem er bara mjög skiljanlegt og þá oft verður náttúrulega ágreiningur og þú veist, og þetta gamla er alltaf að reyna að halda, skilur þetta gamla er svona bara eins og ofdegraði krakkin sem að vill ekki sleppa dótinu, skilur bara í frekju kasti en það er náttúrulega líka, þú veist, á hinnum pólunum er líka náttúrulega rosalega, það er mikið aggression í gangi og það er skiljanlegt þú veist, en þá er kannski bara spurning, skilur, að koma síðan með á móti, þú veist, hvað er þá það sem við getum gert hvað ættum við að gera við getum setið og tala saman eins og við erum að gera núna í öllum hornum það er mjög góð byrjun, skilur Heyrðu, sko, svo sé ég og þú ferð hann í kjölfarið á þessu, hvað getur sagt, áfalli eða þessu út að ná þessum tímamótum þú ferð til Thailands, þú hittir hann eitthvað Vipassana munk Veitum með eitthvað ásetning fórstu til Thailands? Á hverju Thailand? Ég hafði verið í Asíu 2 árum undan eða eitthvað svoleiðis Ætlaðir þá svo þetta andlega ferðalagi eða var þetta bara ætlaðir bara að mæta þá var ég í þessum pæling, ég ætlaði bara að fara og læra hugleiðslu Fannstu það bara? Já, það var bara svona, ég hef náttúrulega búin að vera þú veist, ég hafði skoðað þetta og ég hafði alltaf haft áhuga á jóga og eins með bara frá ég var krakki svona, þú veist allt svona asíst, skilur, kung fu og tai chi og maður horfði mikið á Bruce Lee og eitthvað svona, þú veist, og maður fann svona það var svona, það er eitthvað bak við hennan eld, skilur já, þannig að þetta bara svona ég basically bara, fór hann fyrst í mánuð og þá sem sagt kemst ég í kynni við hennan munk og síðan þú veist, búin að vera hann í mánuð þá bara ákveðið þegar ég kem tilbaka ég ætla að taka nokkra túra, ég ætla að koma íbúðun að leigu og svo ætla ég bara að fara út þú veist ekkert eitthvað spáði hvernig ég kem tilbaka eða neitt þannig að þá fer ég hann út og byrja aftur hann bara hjá munknum Hittir hann bara, leitar hann upp eða finnur hann fyrir tilviljun? Já, ég fann hann fyrst fyrir tilviljun sko. Þú veist, það var þannig þegar ég fór hann út þá var ég búin að finna eitthvað á netinu og ég vissi ekkert mikið hugleiðslu eða eitthvað slíkt þá og þá var einhver maður að byggja svona einhvers konar center og þetta í norður Tælandi þetta svona þessi staður heitir Pai allavega hann var að byggja eitthvað og þetta byggt sko Ósjó sem ég hafði ekki hugmynd hverja þá sko og það var meira svona
þú veist, hrista sig og öskra og eitthvað berja í púða og Er það ekki sá sem að altså var það var alltaf Rolls Royce og eitthvað Já, í dútin sem þið Bandaríkjunum. gerðu heimildamyndirnum á Netflix Já, Er þetta ekki sá gaur? Þetta er sá Altså, gaur, hann sko. varð Osho eftir hann fór frá Bandaríkjunum Ekki nú rétt? ég veist það, ég er ekki alveg klár á því, sko. Ég er bara, Ég held það, en sko. þetta var Hann- samt ekki Osho, skilurðu, Nei. sem ég fór til. Hann Nei, var en dauður sá fyrir hafði þetta. byggt Já. upp í rauninni þetta setur þá Já, og þessi maður sem sagt lærði frá honum já og ég bara svona, ég er alveg til í að hjálpa og hérna bara fæ kannski læra hugleiðslu og eitthvað Aha. og svo kem ég hana og svona þú veist, það er ekkert byrjað að gerast hana einhver viðbröð en eitt svoleiðis og svo er einhver kona sem er hana líka að hjálpa og bara, þú veist, tilbúin að sína mér hugleiðslu þú veist, og þá er það bara einhver bara brjálið tónlist í gangi og út að hrista þig og öskra og bara berja í púða og koma einhver út og ég bara svona ok, þú veist, berja svona í púða og eitthvað, þú veist, ég var ekki á þessum stað, sko og ég bara svona, ok, þetta er ekki alveg málið, sko Nei. og fyrstu nóttina þá dreymið mig, sko, eiginlega bara nánast öll móðurætti mínu bara komin basically á staðinn bara með kyndla og hérna bara ape sitt á gaurinn bara og bara Arnór á ekki að vera hana bara, þú veist, Arnór kottu og ég bara eitthvað, hei, allir rólegir bara, veist, svo vaknaði ég bara, ok, ég tek eina nótt í viðbútt og þá hérna, sem sagt, næstu nóttina þá kemur frændi minn sem ég lest í draumnu bara og basically bara svona, hvað ert að gera þennan dút bara, þú átt ekki að vera hérna ég bara, er ég að tala við þig í alvöru af því að þetta var alveg conscious dream, sko og hérna þannig að ég bara svona ok, ég ætla að koma mér hérna og þá einmitt sem sagt vinur minn frá Íslandi og kærastan hans að ferðast í Tælandi og hérna ég var búinn að segja þeim að koma í þennan bæ og ég hitti þau á veitingastað og þá sem sagt konan sem er afgræð þær að spyrja hvað erum að gera hérna og ég bara, hvað, ég kom að læra hugleiðslu og hún bara, ok, would you like to meet a monk in the mountains bara svona, og ég bara eitthvað, já þannig að þetta er svolítið frá bænum og er ekkert, þú veist, þetta er ekkert svona fyrir túrista en eitt svoleiðis Nei. þannig að þannig kemst ég í tengsl við hann og hérna Er þetta í rauninni þá, er þetta also út frá buddískum fræðum þá eða? já, Sem í rauninni, ok, en hann í rauninni kennir þér hugleiðslu, þannig að erum við að tala um þá bara svona mindfulness vipassana já, hugleiðslu já, altså, ég vissi, þú veist, ég vissi ekki hvað vipassana var þá, skilur, ég var bara algjörlega, þú veist, að fylgja flæðinu En og sko þessi tækni sko, þú veist, nú veit ég að það er þú veist, þú kannski byrjar hérna bara allt svo athygli á andadrátt sko og þá í kringum nefið eða nasahólur já, fer hann með í eitthvað svona body scan sko, málið er aðferðir eins og til dæmis Góenga hefur verið að gera bodyskanni hjá honum var í rauninu bara gönguhugleysla já. þú veist, áður við sátum sniðu þá var gönguhugleysla bara á svona ekki jógadína en þetta er svona bambus dýna einhvern veginn, svona Já, lítil og mjó og þú gengur bara eftir henni með lokuð augun fram og tilbaka í klukkutíma og svo sestu niður í klukkutíma og hugleiðir Það var engin tíma í svona ha. Munkanir bara Já, þetta er, þarna er Já. maður náttúrulega, maður er, þú veist, maður er Ok. algjörlega, þú veist, það er engin rútína en Nei, þannig að maður tíminn er afstæður bara. fór mjög djúpt í þetta, skil, ég var að praktisera miklu meira þarna heldur en ég er að gera í dag. Hvað varstu lengi hjá hann? Sko ég segi, fyrst var ég hann í mánuð og svo kom ég heim, fór aftur út og hérna, þá var ég held ég fyrst hjá honum í einhvern mánuð, svo fór ég aðeins yfir í jóga og svo ferðaðist ég með honum frá þessum stað í heimabæinn sinn, mamma var eitthvað veik og hérna og var þar í einhverju klaustri með fullt af munkum þannig að ég er raun ekki með mikið tímaskinn á þessu. Nei, þú veist, svo skrepp ég til Indlands í millitíðin og fyrir til Dharamsala sem að Dalai Lama og hérna þeir munkar búa og en þar var ég meiri í jóga. Það var svona asana praksis eða þannig altså. Já, þetta er einu kemur, þetta er Himalayan Iyengar jóga þannig að þetta er svona ákveðin rútína þannig að já, þetta var svona ég er ekki með mikið yfir svona, veist hvað ég var lengi þarna eða þarna Nei. en svona, já, en þetta var skilur ég, þú veist, hann talaði ekki einu sinni ensku en þessi kona sem að kynnti mig kom stundum og þýddi það basically var bara skilur
þú veist, það magna líka hvernig tjáning getur orðið og getur orðið mikil skilningur á þess að þú sért að tala eitthvað sama tungumál þannig að ég svona lærði og upplifði rosalega margt þarna þú veist, og það er líka svo gott að þú ert ekkert endilega að tala við marga skilur, þú ert bara með sjálfum þér þannig að þetta var rosalega gott reset Geggjað. Fórstu ekkert í Kung Fu? Nei, ég fór aðeins í Muay Thai Já. en svona, svo leittist ég bara meira út í þetta Það er svolítið flott svona kungfú, Já. búddísk kungfú klustur. Ógeðslega það er cool, mitt maður. að heilla mig sko Það er það var rosa, alveg maður. tímabilið sem að mér langaði bara að fara eitthvað til Kína eða eitthvað og hérna Þú er ekkert verið að spá bara eitthvað eins og þú veist, Jack Confield eða eitthvað, bara vera bara hann í 10 ára eða eitthvað og koma bara ekkert heim. ég spáði alveg í því skilur en hérna Það er þetta voða auðvelt. það er Skilurðu? auðvelt skilur Farðu bara Ég til að hann í held að- klaustrinu svo lengi sem þú innir eitthvað að hendi. sko þetta er náttúrulega misjaft skilur klaustri sem að ég var í voru bara þú veist, það var hann og einhver annar munkur og svo voru nunnur og þú veist ég veit ekki þú veist það er ekki eins og þau var eitthvað herru þú veist við erum að taka á móti túristum Nei, meina, hvernig fegstu bara að vera þannig? Án, já ég náttúrulega donataði skilur Já, já. bara þú veist að því mér fannst það sanngjarnt Nei, nei, ég var skil aldrei beðin um það en hérna svo er önnur klaustur annars skilur sem þú getur verið í og það er meira þú veist opið fyrir túrista að ekki kíkja svona á það. kommersial klaustur einhver. Já, svona, þú veist, en Öðruvísi. það virkar Mhm. og hérna, en það er einmitt máli, skilur, þú veist, á tímabilinu var ég bara, ég kannski bara, þú veist, vera bara í þessu, bara vera í einhverjum hellina eitthvað, en þú veist, það er samt eitthvað dýbra innra með mér sem er, skilur, þú veist, nei, þú veist, þú ert sennilega búin með það, skilur. Já, fannstu það? Já, Þú veist, það er ekkert að því að vera þarna í einhver tíma, koma svo bara út, sinna því sem maður þarf að sinna. einmitt, sko, en svo er náttúrulega svolítið, þú veist, þessar aðferðir sem maður lærir og þú veist, ég kem úr nútíma samfélagi og hérna, ég er partur af því að þú veist, það er síðan að þú veist, það er ekkert mál að vera á hugleið og full einhvers staðar bara út í skógi í Tælandi en síðan þegar þú ert komin í þú veist, daglega amstrið í hérna þessar rútínur og þetta umhverfi sem þú þekkir er hvernig þú nýtir þessar aðferðir þá þú veist, þú maður nær dýpri mjög djúpri tengingu þarna en síðan þú veist, það er svo auðvelt að fara aftur inn í hjólið skilur og þar þú veist, kemur þetta inn að praktisera og þá þarf þetta að vera líka svona praktíst skilur mig En af hverju finnst mér, af hverju sé ég og þekki ég svona mikið af fólki sem að eru út allan bæ á námskeiðum og í kakóseremoníum og í ristilskólunum og á æjuvaska og að láta blása ykkur drasslip í nasahólunar á sér og að gera þetta og að dansa kirtan og að, veist, grafa einhverja litlar hólur út allan bæ já, eins og næsta hóla sé málið og eftir korter kemst fólk að því að þetta er ekki málið heldur byrjar að grafa einhverja hólu eitthvað starf annar stað núna veit ég hljóma kannski mjög fordómafullur en ég er ekkert að alhafa en fólk sem að virðist ekki geta verið út á vinnumarkaði eins og venjulegt fólk hefur ekki staminu til þess að vera í 8-4 vinnu mögulega á atvinnuleysisbótum örorkubótum eða svo kannski bara eitthvað on the side bara eitthvað að ræki heila og nutta og gefa jónimassas og ég veit ekki hvað veist, það vantar staminu, það vantar þrautsegina og það vantar, veist, ég meina veist, ég átti langt tímabil í mínu lífi þess að ég taldi mig vera taldi mig lifa lífi á andlegum grunni en ég var í rauninni bara búin að klæða mig í búningin og svo 15 árum setna þá líti ég á mína möndru bara meðal annars að vera tilbúin til að sækja njálgameðalið upp á heilsugæslu og miðnætti og miðvikudegi þegar dóttir mín er með njálg eða redda lúsinni og smyrja nesti og keyra í skólan, gera og græja og sækja á æfingar veist, þetta fyrir mér er mantran og ég þarf aldrei að hafa fucking þrautsig til þess að sinna þessu og bara vera í þessu bara ár eftir ár því þessi börn, nú nefnir það til dæmis þau bara einhvern veginn, þau eldast bara svona hægt og rólega skilur hvað þið? Þetta er ekki eins og að fá sér hund Veist, af hverju sé, nei nákvæmlega veist, af hverju sé ég svona mikið af bulli veist, í staði þess að grafa bara eina djúpa hólu og ég sé þetta nú, ég er alveg að klára
ég sá þetta í Astanganu sko, mm. svona aðeins öðruvísi iðkun og stóðið svona Mm. jóka iðkun sko, og ég sá lið sem var búin að vera að stunda Astanga jóka alveg bara prímart kannski 10, 15, 20 ár þau virtust vera búin að ná þessu skilur þú hvað við? Voru komin yfir öll þessi tímabil sko, Já. það sem að allt var eitthvað fleiki og allt var eitthvað steikt og þau voru komin með eitthvað styrk til þess að geta sinnt sínu daglega lífi og tekið samfélagslega ábyrgð. Þurfum við ekki einhvern veginn að segja þessu liði að grafa eina djúpa hólu, hætta þessu flögri? Sko, ég held að maður segi ekki neinum að gera eitthvað. Nei. En hérna, þú veist, þetta náttúrulega, þú veist, fólk að leita í eitthvað. Leitandi, og hérna, ég hugsa að bara gerist oft þannig að hérna, þú veist, þetta eins og núvitund snýst það bara vitund, skilur, það að vera í vitund og þeir eru farin að hoppa, skilur, á þetta og þetta og þetta, veist, það ekkert að því að pröfa allt, skilur, mig, tjekka á þessu, en þú veist, spurningin hvort þú sért bara farin að, þú veist, hoppa eins og sér, hoppa á milli hóla og þú veist, það örugglega margt þannig af þessu sem varst að nefna sem þú getur notaðir sem verkfæri til þess að grafa ofan í þína hólu. En það virðist oft vera þannig einmitt, þú veist, að fólk bara svona, það er bara eins og að stoppa einhvers staðar og hérna, þú veist, það gerist ekkit síðan mikið meira. Nei, einmitt. Þú veist, og þá eins og við vorum að tala með fíkn og flótta og svona, þú veist, þetta getur alveg, allt getur breyst í flótta, Einmitt. skilurðu mig. Þú veist, þú getur verið með verkfæri til þess að fara með þið dýpra, en þú getur líka verið að nota þetta sem flótta. Og fix. já, það sem að sko ef ég ætti að útskýra þetta frá primal viðhorfinu, það sem að, þú veist, við tökum taugakerfið og í taugakerfið skiptu því svona niður, þetta það sem að byggist á polyvagal theory. Polyvagal theory. Það sem við kallum rest and digest, sem parasympathíska kerfi. Svo erum við með fight, það sem þú ert að berjast við eitthvað, að kljást við eitthvað, sem bara nauðsynlegt að gera. Svo flight, skilur við, þú ert að reyna eitthvað verkefni, eitthvað mission og þá íþyngjandi þú getur ekki þannig að þú vilt flýja það. Og svo það freeze. Þannig að ef þú ert ekki með sterkt fight mode, þá ertu fljótur að fara í að flýja. Þannig að það sem að við myndum segja þar að það vantar fight mótið í fólkið. Skilurðu mig? Þú veist, you can't namaste the bear away. Og hérna, og þetta skilur, það mjög gott að vera í friðsældinni og þú veist, elska fólkið í kringu þig og tengjast öðru fólki, þú veist, hvort sem þú ferði í, þú veist, rapa í aðtöfni eða syngja möntrur eða eitthvað. En það getur verið, skilur þá bara að þú ert ekki að ná að í rauninni kljást við sjálfum að þig. Þannig að flóttin þá bara næst til staðar sem þá að hoppa í þetta og síðan þetta og síðan þetta. Þú veist, og ég sé þetta rosalega mikið. Þú veist, það eru rosalega margir í rauninni ekki, kannski, eins og ég segi, með stefnu. Invested eða þannig. Já, og hérna, en þú veist... Ekkert af ítlum ásetningi, alls ekki. Þú veist, og það einmitt það sem ég legg svo mikla áherslu á hjá mér, skilur, sama hvað ég að kenna, þú veist, hver ásetningurinn bak við þetta. Þú veist, þú getur verið með einhvern lítinn ásetning, en það svo, finnst mér svo mikilvægt að hafa í huga þetta, einmitt lærði ég rosalega mikið hjá Guðna, að þú veist, þú þarft að hafa sýn, þú þarft að hafa stefnu og fyrir mér svolítið mikilvægt og þú mátt, skilur, ákveða hver tilgangurinn þinn Þú veist, það þarf ekkert að vera algjör skuldbinding að það verði síðan alltaf að vera það. En ef þú ert með eitthvað, þú veist, langtíma markmið, eitthvað sem þú sérðu ert að vinna þig að, þá miklu auðveldara og skemmtilegra að gera það sem þú ert að gera. Markvisst. Já. Þú veist, og þá spyr maður sér, okay, þetta sem ég að gera núna, það að styðja undir þennan langtíma ásetning eða, þú veist, framtíða sýnina mína, drauminn minn. Og ef þú ert ekki með þetta, þá ertu bara eitthvað fokt út allan bæ í einhverjum eftirpartum. Einmitt, og það svona segi ég, skilur mig, að því ég held að það sé líka oft í þessu hjá fólki, skilur, að það þorir ekki að velja. Það ekki tilbúið að taka ákvörðu. Er þetta óttu við skuldbindingu? Já, ég nokkuð viss um það.
þú veist, ekki að vera alhafan eitt, þú veist, það Nei, gengur en ekkert svona eitt á alla committa. já, og þetta svona, þú veist, og það það sem eins og ég að segja, skilurðu þú getur bara allt í einu vali núna að tilgangurum minn að ég ætla að eignast mitt eigið hús skilurðu mig, ef mér langar að byggja mitt hús þannig að þá byrjaru allavega að grafa í einhverju hólu eða fara einhverja leið en þú þarft ekki að vera, þú veist skuldbundin þessari hugmynd, þú allt í einu mátt breyta, herðu, ég vil freka fá bara heila jörð skilurðu mig, eða fara í einhver allt aðra átt en bara svo lengi sem þú hefur einhvað þú veist, einhverja sýn einhvað til að stefna á þá allt sem þú gerir það hefur miklu meira gildi og þá skemmtilegra að vakna mótnana og byrja daginn en svo held ég líka skilur það sem að gerast núna, það svo auðvelt að fara í flóttan út af síman þú veist, og ég ekki bara sagt að vera sjálfa mig bara sérstaklega þegar COVID byrjaði maður svona var að kíkja inn á fjölmiðlana því að maður náttúrulega þurfti að vita hvort það væri að fara að loka og eitthvað svoleiðis að því maður með ívenda og þú veist, ég var aldrei inn á fjölmiðlunum ég fór aldrei inn á þessa síður þú veist, svo bara einhvern veginn út frá þessu ég bara komin með einhvern vana að vera að kíkja inn á þetta helviti sorp samanlega með þú veist, og ég bara svona, ég fatt ekki af hverju ég að gera það en ég farin að gera það Þetta hlýtur sko út frá svona veist, altså, að þjálfa athygli og annað þetta að sprengja hana þetta er henni skapar athyglisbrest þetta brestur athygli sko. Þetta það sko. Ég minna það er valla í dag sko maður geti bara eitthvað skrolla sig í gegnum svona morstatus bara ef hann lengri en 3 mínútur sko maður það bara eitthvað að hafa sig allan við sko ég minna spurði fólk bara veist, hversu marga bækur lestu á ári Nú, það bara að lesa engin eitt sko. Við erum ekki hönnuð í þetta Nei. Þú veist, ef við tökum þetta bara aftur í hérna hunter-gatherer, skilurðu mig, þú varst í litlu samfélagi, auðvitað var gott að vita hvað væri að gerast í samfélaginu, en það var í þessu samfélagi, skilurðu, og þetta er bara eitthvað sem að í rauninni ekki glóbalt nei, en þú veist, þetta snýst samt skilurðu að þetta er mikilvægt bara til þess að survive, að þú viti hvað er að gerast í umhverfinu, en núna erum við bara komin með upplýsingar allstaðar að og við erum ekki hönnuð í þetta og hérna þess vegna held ég líka bara athyglisbresturinn og allt þetta sé bara þú veist og það er það sem að ég trúi því skilur eins og ég er að tala hunter-gatherer skilur þú varst í tengingu við umhverfið þitt þú varst í tengingu við náttúruna og það sem að við erum núna og við erum komið svo ógeðslega langt frá náttúrunni að það er bara stór partur sem að við erum ekki í tengingu við Erum við ekki bara að breyta náttúrunni? Er þetta ekki bara eitthvað þróun? Hvað meinarðu? Við erum bara að sameinast vélunum maður. Ég meina, við erum bara okkur svona smá svona vaxtar feis núna sko. Ég held til dæmis bara, þú veist, ef við færum að sameinast vélunum skilur, þá við þurfum alltaf, þú veist, þessi tengingu við náttúruna. Og það er það sem ég held að gera skilur, að við erum það langt frá henni, við erum það týnd að við áttum okkur ekki á því skilur að þetta er tengingin sem við þurfum. Já. Og hérna við erum við algjörlega skertri samkennd gagnvart náttúru og þess vegna held ég að þú veist ástæðan fyrir mest af þessu bara vesen í dag, bara þunglindi og kvíða og öllu þessu að við erum inn í einhverju þú veist, þetta er eiginlega bara eins og fangelsi skilurðu, við erum inn í einhverjum steypuhúsum, inn í einhverjum kössum Einkavædd og við erum og við erum skilur í einhverju hamstrahjóli til þess að geta borgað til þess að vera í þessu þú veist, við erum basically bara að borga fyrir að vera þannig sé í fangelsi En getum við ekki fundið millivegin Jú, það sem snýr á svona samfélagslegri ábyrgð get ég ekki verið hefði andlegur á því Nei, við erum bara að fara út í hellirinn og vera, líka að leggja til samfélagsins sem við búum í sko. Er það ekki bara hugmyndin hans vinur okkar hérna, hvað heitir hann sem að býr upp í Rauðavatn, Tryggvi? Við erum með litla svona ættbálka út allt sko, hann talaði það. Það er frekar svona radikal dæmi sko. Það er nú millivegur. En get ég ekki bara verið, bara... Það geta ekki allir flutt í sveitina. En þá bara sem dæmi skilur mig, þú veist, þú sinnir því sem að þú þarft að sinna. Þú veist, en þú verður líka síðan að, þú veist, næra þennan þátt í þér sem að náttúran, sem tenging við náttúruna. Þú veist, og það er ekki erfitt fyrir okkur að gera það til dæmis hérna á Íslandi. Þú veist, við erum bara 10 mínútur hérna rétt út fyrir bæinn og þú ert komin bara í mjög hreina náttúru. Þú veist, en þetta er svo, þú veist,
þetta virðist alltaf þrengjast meira að fólki alltaf meira og meira og þetta skilur þetta hamstrahjól náttúrulega bara orðin vani hjá okkur bara streitu ástandið það sem þú þekkir betur heldur en slökunar ástand það bara valla við þekkjum slökunar ástand bara yfir höfuð og þarna skilur þú veist, þegar þú ert í streitu ástandi þá framleiðir náttúrulega ákveðna hormóna og líkaminn byrjar á því að vera bara háður þessum hormónum þú veist, maður bara þekkir svo mikið að dæmi fyrir fólk sem í hamsterhjólinu og það kemur kannski á retreat hjá mér eða tekur bara einn dag það sem að slaka á og það getur ekki slakað á skilur mig, það af því að þú veist, líkaminn orðinn háður þessum hormónum hvað það hvaða hluti af líkamanum það? Heyri talað svona sásauka líkama og veist, hvað það sem hvað háð hormónunum? Líkaminn. Það bara, þú veist, þetta alveg eins og bara, þú veist, að vera háður einhverju, þú veist, bara háður kókaini. Skilur, þú veist að kókaini ekki gott fyrir þig. Nei, það samt geggjað þegar það var geggjað. Þú veist, en það samt skilur, þú veist að það ekki gott fyrir þig. Þú ert að gera, þú færð ákveði kikk út úr því og líkaminn náttúrulega lýsar ákveðnum hormónum sem þú verður háður. Sam bara með streita ástandið. Þú veist, þú ert það mikið í þessu að þú ert orðinn háður því. Svo kemur kannski smá moment, döl moment og þú ert bara, ok, ég fer aftur inn í hjólið bara. Það ekki hægt að sleppa. Það erfitt og þess vegna skilur þar maður að þjálfa slökunar ástand, maður þarf að þjálfa og ofta fá hjálp við það sko, leiðsögn það skilur eins og þá kuldin góður þá kuldin mjög góður og demba okkur út í kuldan hendum okkur í kuldan sko, því að við erum ekki búin það hana kakóið og skálarnar og allt þetta drasl við þurfum ekki að fara í þetta við erum búin að fara í þetta við erum búin að fara alveg djúpt í þetta það var ekki eitthvað sem saði við því í dag ef ég heyri eitthvað meir kakó þá bara æli ég upp í mig var ekki eitthvað sem saði það var eitthvað konu sem saði það í dag ekkert beint á því hún vissi ekkert að þú er að koma hún bara var að hlusta á viðtalið og þá kom þetta geta verið fordómar geti verið eitthvað til síns máls en þetta svona þú hefur örugglega heyrt eitthvað svipað þetta og ég var sjálfur sko þegar ég bara sko þegar ég kynntist kakóinu það hjálpaði mér rosalega mikið hvað þá, það félagskapurinn, klíkan? Já, ég held að sko fyrir mig þá var ég á þeim tíma var ég komin úr sambandi og svona á einhverju svona millibilsástandi og einhverju smá þráhyggju og eitthvað svona og þú veist, ég hafði aldrei heyrt þetta áður þú veist, ég held ég væri bara að fara í eitthvað svona skemmtilegt dæmi og eitthvað en það virkaði geðveikt vel á mig ég satt næstu í 3 tíma bara í Lotus og meðan allir aðri voru að syngja einhverja möntrur og eitthvað dæmi en það sem ég held sko að kakóið hafi gert og sem sagt Júlía og þáverandi kærastan hennar sem kom með þetta til Íslands að við sköpuðum rými til þess að koma bara og vera saman Vist, það var ekki endilega að þú varst að fara að gera eitthvað vípassan í klukkutíma og fara heldur komum við saman í rými í rauninni í okkar ferðalagi en samt sem stuðningur fyrir hvort annað og leyfa okkur að opna hjarta og deila því sem við erum að upplifa. Hvað þýðir það að opna hjartað? Það er að hleypa því á yfirborðið sem að maður kannski ekki alveg tilbúin að vera að tala alltaf vera berskjaldað? Já. En kakóið þá bara til þess að eitthvað sameiginlegt, er það bara sem sameiginlegt? Það er gaman að koma og drekka kakó, en aftur á móti bara, þú veist, þá kakóið, þetta talað sem hjarta meðal. Þú veist, þetta heart opening, þú veist, þetta eykur blóðflæði, þetta hjálpar súrefnis upptöku í líkamanum og þú veist, þegar ég var að fara að byrja að nota þetta í því sem ég geri, þá vildi ég ekki nota, skilur eitthvað kakó, bla bla. Og ég gerði það ekki fyrst. Rauðin? Já, það virkar eins og mig. Ég drukki svolítið þessu kakói, aldrei í hóp, alltaf yfirleitt einn. Já. Þetta rosalega nærandi, en málið skilur, kakóatöfn ekkert bara einhver kakóatöfn, ég nota kakó allt öðruvísi heldur en einhver annar. Fyrst vildi ég ekki nota eitthvað í viðbörnum kakóferðalag eða eitthvað svoleiðis. En málið bara, þú veist, fólk fílar þetta. Kakó gerir mann meiran, sko. Það allavega, þú veist, þú gæti líka gert þetta bara með burnirót, skilur mig. Eða einhverju, þú veist, og kærasta mín jurtalæknir hún einmitt búin að tala um þetta, en langar að vera með bara svona með hóp og komið saman og við erum kannski með einhver íslenska jurt við erum búin til tengingu við og við förum á hugleiðum, skilur
þannig að en við skulum ekki fara meira út í kakóið það er, veist, Þetta var fínt, þetta var bara svona en hérna, mér finnst gott að nota það í því sem ég er að gera og hérna en eins og ég segi, þú veist, þá er þetta er svo misjaft eftir hvernig fólk notar þetta Misjöfnar Svo bara aðferðir mis- kannski einmitt. og misjöfnar Já, svo er náttúrulega líka hluta þess að þetta kakó kemur inn og þá var allra, skilur, fólk þekkir þetta ekki og þóra þetta er öðru sér skilur já, og þannig svona byrjar eitthvað sem að, svo heyrir maður rosa mikið en það er bara sami jókað og jafnvel já, kuldan. svo er líka bara hver er bak við þetta skilur, hvert er intentioni með þetta Ef að Bjarni Ben var alltaf með kakó retreat, heldur að vera þá cool? Heldur að það var allir... ég held að væri gott verið Bjarni Ben að Ég held að líka fá sér kakó og líka fyrir Já. okkur, ég meina hann er alltaf fjármálur á það ekki já. Jú, Ég held að það væri mjög gott fyrir okkur sko bara koma hérna Ha. hérna Þetta liðið myndi musteri hittast þannig á tjarningötu bara eitthvað að fá sér kakó og kannski smá sveppi og reykja hamp. reykja hamp Ég ætla að sína það á eftir maður. Jesus, ég ætla ekki að fara að reykja það en ég ætla að sína það Já, Herðu, en sko, já, kuldir maður. Já, Hvernig, og aðeins hvernig að taka stöylast kulda- inn í kuldan? Þú, að því þú ert í Tælandi, Það er heitt það er mjög heitt Já. og þú ert á ákveðinu vegferð og Já. ert búin að... Já, Þetta er í rauninni sko þetta er ekki fyrir en 2017 held ég sem ég byrja að skoða þetta og hérna ég þá var ég að fara í gegnum break-up sko ertu búin að hætta svona mörg break-up? Nei, Er þetta allt sama reyndar break-up eða? ekki ég hef byrja, þú veist, ég var bara langt fram aldur var ég aldrei í neinu alvarlegu sambandi sko en allavega þarna svona er ég bara eitthvað, ég er að gera eitthvað og tók námskeið á netinu fundamentals námskeið og ég bara fílaði þetta svo í tætlur Öndunina og kuldan þá? já, Mhm. og og ég bara svona, ég ætla bara að fara í þetta kennaranám og ég fer fyrst út til Pólland semst ekki í kennaranám, heldur bara í svona 5 daga ferðalag Þetta er alveg bara þetta er Wim Hof sjálfur bara Mætir hann ekki Þarna. alltaf? Alltaf það sem hann auðlýsir? þarna sem að í þetta skipti sko en svo þegar ég var í kennaranáminu þá var hann eitthvað með okkur hann fór allt í fokk hann í þessu kennaranámi sko Okkur? það er sérst partur af þessu er að labba upp á hann að Mannsnjaska Já, sem á að er á landamærum Brannarbusunum Já, og þú veist, við vorum bara að labba hann upp og komið mjög nálægt í að fara á toppinn og það var bara eins og gerist í Íslandi það bara kom einhver stormur sem að var ekkert í Spáni eða neitt sko og bara þú veist hópurinn háspennan lífsætta já, þetta var bara mesta survival mode sem ég hef upplifað, Var hann sko. efst uppi? Nei, hann var fannin til Ástralíu Heyrðu, það kallar hann þannig hræsni að það voru, maður. það voru bara, þú veist, þarna er líka náttúrulega verið að þjálfa nýja kennara skilur til Já, þess að já. þetta teki við þessu en það var skilur bara, þú veist, hópurinn bara En þið eru þarna fjárstæðast í sundur og og, þú veist, það vissi enginn hvar einhver var og það var bara, voru þess að 2 ljósmyndara með okkur sem voru náttúrulega full klæddir og þeir bara, ok, við erum að snúa við þú veist, og það var alveg margir metrar á millin okkur að hópa og þú veist maður var náttúrulega bara nærbyggðið með frosinn gleru sko. Og er engin ég- varaföt einhvers staðar í Jú, einhverjum við erum, kistu við hérna erum bara bak við? með fötun okkar náttúrulega í bakpoka Já, ok. þú veist. Þannig en við vorum náttúrulega bara að reyna að skipta föt bara hennar með frosnar hendur maður fór í hann sem hann gat og svo var maður bara að fara niður og þú veist það var bara fólkana sem var bara skilur sem voru bara algjörlega komnir í frísmót það var bara, þú veist, bara skiljið mig bara eftir hérna og en ég sko þetta er samt bara eitt besta moment sem að ég hef upplifað í Þú hefur lífinu ekki viljað mínu. missa Ég því. hef aldrei verið í jafn miklu flow state og bara, þú veist, ég hljópa hana niður og þetta var þannig, þú veist, svona grjót sem voru byrjuð að vera ísuð ég var náttúrulega á broddum ég vissi ekkert hvert ég var að stíga en ég bara einhvern veginn bara niður og ég held náttúrulega ég var að fara niður allt fjalli, ég var búin að gleyma einhverjum svona skálaðan og þú veist, vinur minn sem heitir Ían, hann eitthvað datt og við ætlum að fara til Spánar eftir þetta sko og ég bara hjálpa hann upp, svo kom ég bara Ían, get up, we're going to Spain og svo bara og þetta var svo eitthvað þetta var svo skrítið skilur að því ég fór aldrei í þetta flótta state einhvern veginn ég bara var ok, núna er bara þú veist Bara klára þetta fókuseraði bara öndununa niður og svo náttúrulega ég segi, þú veist, ég vissi ekki að ég var búin að gleyma einhverju skálan og allt inni heyri ég bara öskra we're here og þú veist, það var allt í panik einhverju því sem að fengi ofkælingu og en ég segi, ég er þakkláttur fyrir enginn meiddist alvarlega og ég er þakkláttur fyrir þessu upplifuna því þetta var bara
En þú ert að kenna þetta í dag, altså, þú ert Já. hjá Primal, Já. þú ert í streitunnámskeiðum og þessi kuldanámskeið. Já, í rauninni sko námskeið sem að ég kenni Já. sem heitir You Are Primal snýst í rauninum að því að þú veist, ég byrjaði að kenna Wim Hof námskeið og það bara svolítið að mínum að þetta er bara einhaft, þú veist, það er ein öndunartækni og síðan þú veist, að nota kælinguna. Það sem að ég er núna fókusur er að fólk það í rauninni öðlist góðan skilning á taugakerfinu og læra á það og öndunin er náttúrulega beint aðgengi inn í taugakerfi. Þegar þú segir góðan skilning, ertu þá að tala í rauninni bara út frá tilfinningu og líðan eða er þetta eitthvað svona akademist? Þetta er smá akademist, ekki of mikið samt. Nei. Og þetta er eins og ég var að tala við ykkur áðan með rest and digest, fight, flight og freeze. Þannig að fólk að þú skilji fattar, þetta. skilur, og þú getur staðsetti kannski hvar þú ert í þessu, þú veist, það er náttúrulega, það eru margar vítir í þessu. Þú veist, þú getur verið í stuttu fight móti akkurat núna. Og þú getur líka verið í langvarandi fight móti eða flight móti. Þú getur verið í langvarandi freeze sem er það sem við kallum kulnun í dag. Þannig að ég er svona, já, eins og ég vil að fólk öðlist skilning á þessu og geti síðan nýtt sér aðferðir sem að við lærum á námskeiðinu. Og þú veist, þetta er ekkert bara einhver ein öndunaræfing, heldur að fólk skilji, þú veist, af hverju öndun hefur þessi áhrif, þú veist, af hverju hefur neföndun áhrif þannig að ég fari í slökunarástand, af hverju gerist það þegar ég anda ofan í kviðin eða gerir rólega fráöndun. Þú veist, og það er ástæðu fyrir þessu öllu. Þannig að þegar fólk er komið meir í skilning á þessu, þá bara, ok, herru, ég er komin aðeins núna í svolítið flotta mót. Ég ætla hérna, ég geri þessa æfingu og ég get komið mér niður í meira slökunar ástand á 5 mínútum. Okay. Það er svo sem verið að gefa fólki svona eftirtekt, eða veist, svona. Já, þetta er mjög, og þetta er svo, þú veist. Spáðið eigið öllum árunum í að vita ekki í hvað ástandi maður er. Já. Það er hella. Og þetta er nefnilega málið, skilur, þú veist, ok, í slökunar ástandi, það sem við kallum rest and digest. Þú veist, þar ert í tengingunni við þig, skilur mig. Þú getur ekki alltaf verið þar. Nei, það er líka slæmt að þú væri fastur þar, sem er mjög ólíklegt. En þú veist, þarna ert í tengingu við sjálfan þig og aðrar væntanlega. Þarna ertu að framleiða meira af hamingjuhormónum. Meldingin þín kikkar inn þannig að þetta er tengingin, skilur mig, og þannig líka menn að endur heimta sig. Þannig er ónæmiskerfið þitt virt. Þú veist, ónæmiskerfið þitt er ekki virt þegar þú ert í fight-móti. Að því, þú veist, í fight-móti ert í rauninni í einhverju móti þar sem þú þarft að vera berjast við eitthvað og flight þá þarft að vera að flýja eitthvað. Þannig að segjum að þú verður að flýja, þú veist, ísbjörnin, þú veist, þá er ónæmiskerfið þitt ekkert eitthvað, það er kannski eitthvað veira hérna. Þú veist, það er bara survive núna. Þannig að það er líka það sem er svolítið, finnst mér vanta mikið í umræðinu í dag, er hvernig get ég styrt ónæmiskerfið mitt. Já, þú veist, styrkir ekkit ónæmiskerfið með því að styrkja ónæmiskerfið, þú styrkir ónæmiskerfið með því að komast í rest and digest. Já, þannig í rauninni virkur það. Já, skilur, menn svo er alls konar aðferði til þess að fara að styrkja ónæmiskerfið og það er að leiðandi til dæmis öndunaræfing styrkir ónæmiskerfið, kælingin styrkir ónæmiskerfið. Hvað er það sem kælingin gerir? Og hvað lengi líka, sko, að því þú talar ofkælingu, við til dæmis, sko, ég er búin að vera í kuldanum lengi og fyrir mér er það að lappa upp á fjall hálf allsber meikar engan sens, skilur. Ég sé ekki ávinningin annað en bara mögulega hægt, ég held þetta sé nú aðalega bara svona stönd upp á, sko. Þið líður geðugt vel eftir að gera það. Ég trúi því vel. En sko, ég ætla að tækla þetta svolítið svona, þannig að við náum bara ágætum skilning að því strax, þannig að þau eru ekki að fara aftur út í það eftir. En, ok, ég er með kalda pottinu við hliðina á mér, ég ætla að fara ofan í hann. Þannig að við erum í rauninni með svona 3 heila. Þú veist, það er framheilin sem að við erum að hugsa fortíðina og framtíðina, hvað ég ætla að gera núna og taka ákvarðanir og svoleiðis. Þar sem við erum yfirleitt týnd. Og síðan erum við með tilfinningahormónaheilan. Þú veist, það sem að út frá ákveðnu tilfinningunum eða upplifum þá koma ákveðin hormón út í kerfið. Og svo erum við með þannan reptilian brain eða primal brain sem er rauninni frumheilin sem að væri bara skiluru ok, það er íspjörn, búm, ég er farin. Eða þú veist, eldur er að brenna, ég þarf að koma mér í burtu. Eða vatnið er ískalt, farðu upp úr. Og
þegar ég hérna ákveða að fara ofan í kalda karriðinu við hliðina á mér, þá ég að taka ákvörðun með framheilunum. Ég ætla að fara ofan í kalda vatni og ég ætla að vera að ofan í. Framheilin segir líka oft um mig, þetta mjög slæm hugmynd. Hann gerir það líka, þú veist. Hann byrjar á því, bara svona, nei, við köllum þennan part af framheilunum þægindapjessan. En ég tek ákvörðun að fara í kalda vatni og ég fer ofan í kalda vatni með allan líkamann minn. Og það sem gerist þá að þá kikkar í rauninni þessi survival heili eða primal heilin og bara get out, þú veist, bara þetta upp á survival. En ef þú ferð onni og getur bara slakað á og bara tekið djúpan anda. Við komum að því, en fyrst, þetta samt eru alltaf fyrstu viðbrögð hjá öllum. Skiptir ekki máli hvað búin að vera lengi í þessu. Þú veist, það einhver partur bara sem bara farið úr þessu. Ok, og þú svona með framheilunum, nei dude, ég ætla að vera onni í þessu. Ok, þannig að líkaminn fattar það, ok, ég greinilega ekki að fara úr þessum aðstæðum núna. Þá kikkar tilfinningahormónaheilininn og hann fer að dæla alls konar hormónum, mínum og fínum, sem sagt dopamín og öllum svona þessum fínum sem að myndu endorfín og serotonin og öllu þessu sem ætti að hjálpa þér að upplifa aðstæðunar, skilurðu mig. En máli þú ætla kannski bara að vera í 2 mínútur. Þannig að þú ert búin að gera þetta í 2 mínútur og þá kemur þú úr kalda vatninu með allan þennan ávinning. Og þú ert ekki að fara að vera annað síðan í einhvern hálftíma að surviva, skilurðu, einhverjar hræðilegar aðstæður. Þannig að þetta svona sem maður myndi kalla biohacking perspective af þessu. Þetta geggjuð útskýring. Þannig að þarna í rauninu og þarna eru við að vinna gegn bólgum. Kælingin í rauninni, hún vinnur gegn bólgumyndandi próteinum og það eru rannsóknir sérstaklega sem að vera gerðar þá fólk sem að með einhvers konar gigt. Þetta er sýnt gríðarlega mikinn ávinning fyrir þetta fólk. Er það þegar þetta að auka blóðflæði í smáæðum eða eitthvað svoleiðis eða? Þetta eins og þú veist, þetta minnkar virknina á bólgumyndandi próteinum. Já, ég skil. Já, en það sem að í rauninni gerist þannig að það náttúrulega þrengist allt æðakerfið þitt. Já. Og eitt af, þú veist, surviving mechanism í þessu skilurðu að æðakerfið í limunum þínum, í útlimunum þrengist til þess að fá meira af rauninni af heitablóðinu inn í korið. Inn í líffærin og allt þetta sem mikilvægt. Þannig að þú ert í rauninni að þrengja á æðakerfið sem góð þjálfun fyrir æðakerfið og svo kemur upp úr skilur og æðakerfið síðan með smá tíma að opnast. En þannig líka eitt skilur með þetta af því að það fullt af köldu blóði í rauninni ekki fast en þú veist inn í útlimunum og þetta gerist til dæmis oft í Nauthólsvík að fólk fer í sjósund og það bara, þetta bara fínt maður, ég búin að vera hann í 3, 4, 5 mínútur eða meira og bara að fíla best ég skelli mér í heitabotnin og þegar þú ferði í heitabotnin þá opnast æðakerfið með kalda blóðinu og fer inn í korið þitt, inn í hjarta og þar að leiðandi færið kalt blóðin í korið þá getur þú fengið ofkælingu. Ég upplifa þetta, þú getur bara fengið, þú fer bara í svona krampa sko, svona vægan krampa. En þetta hættulegt ástandskilur? Getur örugglega verið það sko. Menn gera þetta. Þetta gæti valdið ofkælingu. En ef þú tekur ofkælingun út úr sögu, þá þetta gott fyrir æðakerfið að fara úr köldu strax í heitt og springa svo út? Ekki strax í heitt, nei. Skilurðu, þetta allavega, þú veist, mæli ég ekki með, sérstaklega ekki ef þú ert að byrja. En málið skilurðu, ef þú ert kannski bara búin að vera í 2 mínútur í köldu, þá kannski ekki það mikið af köldu blóði þú veist, og það eru margir sem að gera þetta heitt og kalt og heitt. Ég myndi allavega sérstaklega ef þú þekkir þetta ekki, þú ert að byrja á þessu, leyfðu líkamanna þínum aðeins að byggja upp hitan áður en þú ferð í til dæmis heitan pott. Það er svona, þú veist, og það er ákveðin tækni til dæmis eins og frá Wim Hof aðferðinni, það sem að kallast the horse stance. Það sem stendur í rauninni í horse stance, þá ertu með svona bil á milli fótanna, beygir þið svona niður í semi-squat og svo ertu að gera ákveðna hreyfingu. Skilur, þá aktiveitur stóru vöðvana í lærunum sem eru stæð og þannig að þú byrjar að búa til hita án þess að vera með einhvern mikið læti og síðan að fara í heita. Eða bara ekki fara í heita. En með því að ná fram þessum samdrætti á æðum í útlimum þá hlýtur að vera einhvern veginn að bara rebúta bara allt æðakerfið. Þú veist, því þú ert að koma því á hreyfingu sko. Algjörlega. Þetta er bara, þú veist, alveg eins og við þjálfum vöðva, skilurðu mig. Þá ert að þjálfa æðakerfið þitt svona. Þú þrengir það vel og síðan opnast það. Og eins og vorum að tala að fara í heitt, skilurðu mig eftir á, að gera það samt með varúð.
að hérna, til dæmis, þú veist, ég gera það mikið, ég fer í kalt leifi líkamannum aðeins að ná sér. Mér, þú veist, það er eiginlega bara mitt uppáhaldsmoment eftir kælingu, að það er bara að setjast úti og bara, þú veist, finna þetta gerast. Lefa líkamannum að finna, vinna og þú veist, sérstaklega maður er úti bara að finna fyrir andrúmsloftinu og bara, það er uppáhaldsmomenti mitt í þessu. Síðan að fara í heitt, og þegar þú fer í heitt, hvað sem sé sána, ég mæli með sánan er geðveik og hún er mikið af heilsu ávinning, að hérna, þá opnast æðakerfi og þá tekur það vel út og það er töluvert mikið af sjúkdómum í dag sem að tengjast sem sagt æðakerfinu. Þannig að þetta er alveg allra meina bót, en það er náttúrulega skilur ef þú ert með eitthvað heart condition fyrir þá er alltaf mjög gott að tala við lækniðin og undan, og ég veit alveg dæmi skilur að það eru náttúrulega 1.000.000 tegundir af hjarta issueum að sumir mæla einmitt með kælingu fyrir ákveðna Kvilla. já, þannig að hérna Ég maður því okkar mest í sjónum, sko, hann var eitt kall á nýræðisaldri með krabbamein, sko, bara alveg, sko, hann var alveg fór maður síðasta dag í sjónum, sko. Já. Þetta var, hann var og ég heilengi hérna, einmitt fyrir fólk sem er með krabbamein og er að fara í gegnum kímó og lyfjameðferðir og geislameðferðir og allan pakkan, að þetta hefur hjálpað því fólki Þetta er líka gríðarlega svo mikið. rosalega, hérna, allavega, ég noti þetta aðalega sem bara verkjastillandi, sko. Já, Á þetta- stóðgerði, sko. þetta er Ég þarf ekki verkjalíf. Þetta er bólgueyðandi. Já, já, Bara- algjörlega. og við veitum fólk sem hefur verið með krónísk bakvandamál og allan pakkan. Þú ert verkjaður, ferð kannski fyrir hádegi í klagan og alltaf, Já. og þú finnur ekkert, þú ert ekki dofin, þú bara finnur ekkert, þú ert ekki að trufla þig og svo kannski nóttina, kvöldi, þá Já. fer þetta svona að koma aftur, skilur. Svo fer þú aftur í staðin fyrir að vera að bryða parkotína íbúfinna allan daginn, sko. Mér finnst ég Ég bara meina, alltaf vera heitt þegar ég er að fara í sjón. Já, svo er það líka það, Þú veist, sko. mér er bara, þú veist, eitthvað svona að vera kuldaskræfa, það er bara hvarf. Mér er aldrei kallt, Já, Nei, það er líka það. skilur við. já. Ef ég er reglulega að Þetta er kæla líka, mig. þetta er náttúrulega sem þetta gerist líka er að þetta hérna, hefur áhrif á brúnufitunar Já, eða brown fat cells. það er Muni svona selspiksfitan, Nákvæmlega eins og hann hérna Guðlaugur sem að sint í 8 tíma. Já, já, sem að synti í skipinu sem að sökk hann í Vestmanni, hann sem sagt var með óvenjulega mikið af brúnum fitum. hvernig skiptist það? Við erum brúnafittan og hvernig er þetta svo? Sko, þegar við fæðumst þá erum við með töluvert mikið af brúnum fitum. Ok. Mest af því er kringum hrygginn, Mhm. sem kemur að henni upp meðfram og er sem sagt hérna við herðablöðinu, kringum herðanar og bringunni. Svo náttúrulega er okkur bara strax vafið inn í bómull. Þannig að við erum í rauninni ekki að vera örfið af kuldanum. Hann viðheldur brúnafittunni, sem sagt. Já, Hann er bara af því alltaf það út í sem er sjó, svo, einhverjum þú brælum. veist, og það bara, þú veist, það var talið í rauninni að það væri bara eðlilegt að þetta minnkaði eftir því sem það er eldri. En það er væntanlega bara vegna þess af því að við erum ekki að nota þetta. Og það sem er svo skemmtilegt með Wim Hof er að hann á einægja tvíbura og hann er ekki með svona mikið af brúnum fitum eins og Wim Hof, sem að þýðir að Wim Hof er greinilega búin að þjálfa þetta. Einmitt. Og hérna, Þannig við getum byggt hann upp aftur, brúnafittuna. já, samkvæmt þessu. Og Þú hérna, finnur það alveg, þú byggir upp þól gagvart kuldanum. Já. Það hlýtur að vera einhver Já. ástæð fyrir því. já, það er náttúrulega líka taugakerfið er farið að þekkja Og en þetta, hausinn ég held og að allt, þetta sko. Já. án þess að ég ætla að staðfesta, en þá held ég að þetta hafi gríðarlega mikil áhrif. Tvíburinn hans Wim Hof, hefur þú séð hann? Já. Eru þeir líkir? Já, Einægja eða? já, Nei. þeir eru einægja. Vá, ég vissi það ekki. Nei, Tveir, nöttarar. Ha, hann hlýtur að vera starffræðingur eða eitthvað svoleiðis, sko. Man ekki Tvíburinn. hvað hann var. Eða arkitekt eða endurskoðandi. þú ætlar að gegja að fá Wim Hof hingað. Er hann ekki stundum á Íslandi? Nei, hann kom fyrir nokkrum árum. Hann hefur komið hérna, svo var hann með event held ég 2019 í Hörpu. Er hann ekki frekar svona hot potato? Er hann ekki svona svolítið vinsæll? Jú, hann er ógeðslega skemmtilegur. Þetta er algjör En stjarnar. Þetta er hann svona sjómenn hann líka, sko. hann er svo einlægur samt, skilur þú veist, þú kannski sér hann í fyrsta skipti og bara spá í þegar hann var að byrja í þessu, þú veist, fólk var bara þessi gaur er bara snar klikkaður, skilur Sem hann örgulega kannski svolítið er. já, sko. en þú veist, fólk held hann væri bara að bulla eitthvað. Já. Allt sem hann var að segja fyrir mörgum árum er núna backed up by science. Já, nákvæmlega. Og hann Þú lagði veist, og mikið á sig að hann komast var þangað, ekki sko. þá með, þú veist, þetta var Nei, bara frá hann var göttunum Já, hans, þetta var bara út frá tilfinningu. já, Já. þannig að hérna ég er svona, já, En hann var líka tilbúin til að leita í rauninni nýrra leiða út frá bara stað sem á einkendist af algjöru örvendingu, sko. já, já. Hann er bara komin út í hotn, sko. Hann Hann sjálfan sig. náttúrulega, þú veist, konan hans þess að draf sig út frá þunglindi og hérna Já. og það er vesen. geðviki, skilur Með börn og Já, allt í já. gangi og ofan á bara örgulega vesinni svo búið í gangi áður en hann upplifir þetta áfall, sko. Þekksjón er hann líka svolítið
mikið passionate með þetta skilur mig, af því að þetta hefur gríðarlega áhrif líka á fólk sem er með kvíða eða þunglyndi þú veist, það er bara mörg dæmi það, fólk sem hefur verið að klíma við þunglyndi og fyrir þetta, það er bara þú veist, það upplifir bara nýtt líf og gleymir stað og stund og svo bara já, að þetta er náttúrulega skilur kælingin er þannig séð hún er, þú veist, hún þvingar þig í vitund núna þú ert ekkert í kuldanum eitthvað að ég þarf að kaupa þú veist, í matinn á morgun sækja krakkan í skólan og ég var búin að gleyma þessu þú veist, þú ert bara þú voru að halda 100% eins og það er einmitt máli skilur þegar þú nærði þessu momenti í kuldanum þar sem að þú actually surrenderar en þessu fyrstu viðbröðin eru bara þú veist, að berjast við þetta, að komast út úr þessu svo þegar þú nærði þessu bara þú veist, þetta er svo gott að hérna já, og þetta er svo einfalt þú veist, mest af þessum aðferðum sem að bæta lífsgæðin okkar eru mjög einfalda þú veist, öndun kosti ekki krónu sko. við erum með, ég segja bara Íslandi með besta súrefnið, skilur við með besta vatnið, þú veist, notum þetta hreinan sjó skilur við smá skolprindar ekki alltaf en öll þessi einföldu atriði og svo skilur við bara sofa vel skilur við, fá nægan svefn og líka góð svefngæði fara út, fá birtu í augun skilur við, hreyfa líkamann við getum ekki fengið birtu, við erum í kassanum meðan birtan er sko. meðan hún er, skilur við og það hefur gríðarlega mikil áhrif bara að fá bara birtu í augun skilur við mig það er bara, það kveikir ákveðinu kerfi í líkamanum sem að signera skilur við, þetta heitir arthcating rhythm eða eitthvað ég meina, ég hitti mann sem hann var ekki búin að borða mat í 16 ár hann var söngeysir sko, hann geysaði bara brúðkaupi, ég var með 4 dagar brúðkaupi og hann borðaði aldrei neitt Ertu viss? Heldur hann hafi ekki verið að hlaupa baka á þessu bingo? Hann gaf mig Crocs inn sko ég meina, maður er náttúrulega búin að heyra alls konar hluti skilur, breatharians er þetta nýjasta breatharians er það bara svona? Já, þú veist, drekka af alla og borði ekki neitt en þú veist, ég fatt ekki ánægjuna í það sko já, fyrir utan það sko ég myndi aldrei vilja sleppa eða þurfa ekki að borða ég sé ekki tilgangin ég var að lesa bók, hann að Robert Sheldrake vísindamaður, hann er svona svolítið svona pöngari sko hann er einmitt að, ég var að lesa kafla einmitt þetta sko hann var búin að vera að gera rannsóknir á þessu og það var búið að loka fólk inn í 2 vikur og það borðaði ekki neitt og það misti bara ekki gramma fitu sko nei og það er líka, í sömu bók þá las ég, þetta var mjög furðulegt sko að í rauninni þú notar fleiri kaloríur en þú innbyrgir í fæðu það meikar engan sens það er ákveður það er bara svo margt sem að skilur meikar ekki sens það er bara eins og það er bara eitthvað hluti af þeim kaloríum sem þú ert að brenna komið annars staðar frá what the fuck en þú veist, svo þegar við spáum í því skilur þá eru við basically bara orkaði tíðni þú veist við erum atómið 99,99997% tíðni eða rými svo er náttúrulega þýr að við erum það líka þannig að eins og ég segi við börnin í skólanum sko, ef þú getur pásað allt þá myndi allt hverfa púf nema bara eitthvað svona lítið baun en heyrðu, ok, við eigum að kæla við eigum að anda, sérstaklega anda og sofa hreyfa okkur borða drekka kakó ef við viljum en bara eins og með matinn skilur mig þú veist, ok, jú, auðvitað borðum við en skilur hvað borðum við hvernig borðum við og hvenar borðum við tyggja vel eigum við að borða psilocybin sveppi líka við ætlum að fara í það, við ætlum að enda á því kíkjum á það þetta er svolítið kontroversialt sko en þetta er mikið að breytast spáðu því, nú er allir að tala um sveppi og það bara má já, það er ekki það er allir bara eitthvað að mikrodósa kannski ekki allir en margir, það er verið að mikrodósa það er verið að fulldósa, það er verið að vinna úr áföllum hér og þar og allt í gangi sko, hefurðu, af hverju hvernig og í hvaða formi ég heyr oft tala um ásetning samhengi, aðstæður, magn sko máttu tala um þetta þú ætla að vinna fyrir eitthvað fólk eitthvað staðar, verður ekki bara rekinn á morgun nei, ég verð ekki rekinn okay. en sko og ég hef alveg talað um þetta áður sko en náttúrulega fyrst þegar ég pröfa sveppi það er á þessu tímabili þegar maður er að djamma skilur
og en reyndar þegar ég gerði það þá bara svona einhvern veginn var ég bara það eru stjörnur hann úti, ég farin úr þessu partíi Var allt skýrara? það var náttúrulega í bland við eitthvað annað sko. En það var allt einhvern veginn meira lifandi skilurðu mig Vivid já. En spólum bara aðeins fram í tíman sko, þegar ég byrjaði síðan að fræðast þetta og svona fá áhuga fyrir hvað þetta getur gert fyrir mann þá byrjaði ég í rauninni ég hef bæði farið í ferðalög og microdose og Þegar þú segir ferðalög, hvað þýðir það? það þýðir náttúrulega bara að taka stærri skammt skilurðu Bara mig full dose hvað full dose Já en En þá er þetta að fara að telja í grömmum, myndi ég halda já. En þessi, þú veist, þegar ég sem sagt, byrja að microdose að þá ég að gera og ég fer eftir í rauninni hlustaði á podcast hjá Joe Rogan þar sem hann að tala við Paul Stamets sem að Paul Stamets basically bara svona Papa Smurf of Planet Earth þetta og þú veist, þetta vísindamaður þetta er eitthvað svo ljúfur og góður maður bara þegar þú hlustar á þessi gauri meira þess að komin með lausn til þess að bjarga bíflugunum með því að nota einhverju sveppi sko. En allavega og þetta podcast bara eitt uppáhaldspodcast sem ég hlusta á mæli með að hlusta á það ef þið hafið áhuga á því að kynna ykkur þessi mál en hann var í rauninni með sagt, einhverja rútínu sem að hljómaði upp að microdosa sagt, í 5 daga taka með því Lions Mane svepp cordyceps og síðan að taka sagt, niacin með sem það í Niacin er ekki prótein. niacin þetta er B-vitamin Já. og það sem það gerir í rauninni að niacin það ertir í rauninni taugakerfið og fer alla leið út í taugaendana þannig að þú í rauninni tekur psilocybin og það fer þá betur inn í taugakerfið þannig að þú gerir það í 5 daga og hvílir þið síðan í 2 til 3 daga Er það ekki frekar intense? Málið ég held að margir sem að microdósa þeir ekki að microdósa það sem að hann mælir með í rauninni það sem að ég geri að ég byrja að finna minn skamt skilurðu mig og þú þarft það best þá að vera með það náttúrulega bara að við náttúrulega höfum aðgengi að þessu í náttúrunni á Íslandi að þá þarft að dufta þetta þú þarft að mylja þetta niður þannig að það jafn mikið að því eitt sveppur pínu lítill getur verið með miklu meira magna psilocybin heldur en einhver stór sveppur þannig að þarft að mylja það niður svo þarf náttúrulega bara að vera með vikt og þú þarft að finna út hver þinn skammtur og þú viktar hennu bara 0,10 kannski til að byrja með eða minna 0,08 sem að getur verið bara feikin nóg fyrir eitthvað þannig að ef að þú finnur svolítið mikið þá þarf að draga úr því og ég vil meina að maður á þannig sé ekki að finna áhrif af sveppnum Ekki nein ef þú finnur einhvað pínu kannski skilurðu mig en ég allavega myndi segja ef þú ætlar að gera þetta rétt þá það þannig að þú finnur valla fyrir þessu Þá ertu þá að tala finnur þið fyrir því í svona skinn ekki sjálfum sveppnum skilur það kemur ekki þetta sveppa kýll skilurðu mig Nei en þú byrjar samt að finna skilurðu fyrir meiri vitund þú dregst meira inn í núið hugsanirnar ekki ángraði eins mikið Léttari já og þú ert í rauninni bara ég í rauninni þegar ég gerði þá ég ekki og hef aldrei verið þannig sé í einhverju kvíða eða þunglindi þá maður fær náttúrulega niður og upp og eitthvað svona en það sem ég get sagt bara fyrir mig það sem þetta gerði þetta dró mig meira í vitund þú hugsanirnar voru alveg til staðar skilurðu mig en þetta hafði í rauninni þau hafi ekki áhrif á þig þau eru ekki að soga þig inn og bara svona ímyndunaraflið hugmyndarflugið og allt þetta svona einhvern veginn fekk miklu meira rými bara eins og sem maður meira til staðar og ég veit Hefur verið að nota þetta reglulega? Ég gerði þetta fyrst þetta microdose held ég 2018 og svo bara núna nýlega ég að byrja aftur á þessu Ok, þetta þá bara svona einhver x tími sem þú tekur þetta ekki eitthvað sem maður á þá bara ég myndi bara ég náttúrulega ætla ekki að fara að segja fólki hvað á að gera en það fer eftir í bara hver ásetningurinn bak við þetta þú getur verið einhver sem búin að vera
glíma við þunglyndi í mörg ár, búin að fara á veggi allstaðar og svo pröfar þetta og það bara, vá, ég er farin að sjá liti aftur, skilurðu mig. Að, þú veist, þú getur þá inni með þetta en ég hugsa að það sé samt alltaf skynsalegt síðan að skilurðu að sjá hvort ég geti sleppt þessu. Skilurðu? Já, því ég meina, viltu ekki, ef þú ferð þessa leið, viltu ekki að þetta skilji í rauninni eitthvað eftir sig? Ég myndi allavega vilja það sjálfur, skilurðu mig. Það er, Því það verið að tala þetta skapi nýja tengingar og nýja brautir og ég veit ekki hvað Sara María fór í þetta með okkur. Þetta í stuttum máli, þetta minnkar þessu virkni í þessu default state sem í heilanum, skilur, það sem ert í sömu lúpunum. Og þess vegna er svo mikilvægt að vera með ásendingin, skilur, hvað ætla ég að fá út úr þessu. Af því að þú ert á greinilega að reyna að losa þig úr einhverjum brautum heilunum að þér sem að eru, skilur, að draga þig í þunglyndi, sem að eru að kveikja á, þú veist, kvíða eða eitthvað svoleiðis. Einhver gömul form og þessna áfalla tengt. Og þess vegna er það held ég mikilvægt, skilur, að vita, ok, hvað vill ég þá skapa í staðinn? Þannig að, og þess vegna er svo mikilvægt, skilur, að mínum að þetta er þá að vera með einhverja ástundun. Skilur, þú ert þá að hugleiða líka með. Þú veist, þú ferð inn í hugleiðsluna og þú ert, skilur, ok, hvað vill ég í rauninni skapa? Hvað ætla ég að fá orkuna sem að var að fara í þessar taugabrautir, hvert vill ég færa hana? Þannig að, þú veist, ekki bara taka þetta og, þú veist, ég er betri. Sem að náttúrulega, ok, hjálpar kannski líka, en ég segi alltaf þegar þú ert með ásetning bak við það sem þú ert að gera, þú veist, þá verður það miklu meira. Og líka þegar þú veist hvað þú ert að gera og þú veist hvað er að gerast, þá farið miklu meira út úr því. Já. Þannig að þetta er... Þú ert að tvinna saman, hvað getur ég sagt, rýmið og verknaðinn, Já. Þú veist, you gotta do the work, Það er málið. Það er ekki nóg fyrir mig eitthvað bara að taka eitthvað inn í einhverju formi og alltaf til þess að allt verið fixað. Ég þarf actually að vera með. Þetta snýr í rauninni allt þetta viðtal snýr í rauninni að einu og það er ásetningur. Það er ásetningur. Basically, Og þess vegna skilur þú bara, eins og ég segi, með bara ástundina. Hvort sem að er að hugleiða, að gera undunaræfingu á mótnana, að stanga eða whatever. Að það sé, þú veist, það er eitthvað bak við það. Og ég held ekki að mynda í dag að fólk, þú veist, það vaknar og það tengist ekki sjálfum sér áður að það fer út í daginn. Skilurðu mig? Þú vaknar bara, drífið fram úr, kannski bara kaffibólli strax, hendið er í sturtu eða ekki, skilur, finnur ekki fyrir vatninu. Þannig að ég held að það mikilvægast í þessu öllu er hver ætla ég að vera í dag, skilur, þegar ég vakna. Og mín leið er að taka öndunaræfingar og hugleiðslu. Þú veist, ég náttúrulega, þú veist, fyrir mér er þetta þannig sé sami hlutur. Þú veist, ég get gert Wim Hof öndun sem að kveikir á öllu, farið smá vel líðan að því, þú veist, juicy hormónar sem að fara mig til að líða vel. Og svo ég framaldi bara inn í sennið, skilur mig. Og þá er ásetningurinn að tengja, skilur. Ég er með þennan tilgang sem að ég er að fylgja. En síðan er kannski, ok, meiri að fara í markmiðin í dag. Þannig að þegar þú vaknar, þegar þú tengist sjálf með þér, bara þú hefur valt, hver ætla ég að vera í dag? Svo þú eru klára daginn, fara yfir daginn. Hvað var nærandi? Hvað ætla ég að taka með mér, skilur? Hvað þjóna mér ekki? Svona að lokum, ertu með einhver langtíma markmið? Nú erum við búin að tala um markmið og ásetning. Er eitthvað langtíma gig? Ég sé alveg að tilgangi minn er að komast nær sjálfum mér, þroska og næra, vaksa. Til hvers? Til þess að mér líði betur, skilurðu. Þú veist, að ekki að mér líði illa, en ég er með þennan líkama, ég er með, þú veist, þessa maskínu og það eru billion potentials til þess að upplifa sjálfan sig meira og í rauninni bara, þú veist, hvernig get ég orðið betri útgáfa af sjálfum mér og þar af leiðandi vera í rauninni fordæmi fyrir aðra. Þú veist, ekki að ég vilji fara að segja öllum hvað er að gera eða breyta öllum, heldur að vera bara meira ég, hver sem að ég er, skilur mig, og þannig hafa áhrif á umhverfi. Svona efnislega, þú veist, þá vil ég bara í rauninni
byggja meira, ég er komin með land, ég er komin með húsnæði hérna rétt fyrir utan bæinn og það er að búa til þú veist, athvarf, búa til space fyrir aðra til þess að koma og tengja sjálfu sér og næra sig svo bara hafa gaman að þessu það er númer 1, 2 og 3 skilur að þetta sé skemmtilegt Hætt að væla, hlæja svolítið hlæja gera grín af þessu gera grín eins og þú veist vorum að tala áðan með þú veist, í andlega samfélaginu skilur þú veist, það er fullt að gerast í þessu þú veist, og ef að maður getur ekki hlegið af sjálfum sér skilur fyrir að vera drekka kakó í einhverjum hóp og syngja möntru skilur, sem er æðislegt og það er nærandi skilur en það er líka svona hippi-dippi vúvú og ég elska bara vúvú skilur, mér finnst bara gaman að því það er nærandi fyrir mig að vissu marki þannig að the cosmic joke skilur Þetta er nefnilega bara allt algjört grín sko. Deadlift er líka bara grín Deadlift er geggjað sko. Já, það segja bara eða hvað sem það er sko. Já, heyrðu, það verður að vera hægt að ræða hlutina sko. Það var geggjað að fá þig, Arnór Það eru bara geggjað að koma Þannig að þú slafst vel undan þessu Ég fór svolítið ham í gær sko. Ég var að skrifa handritið í fyrradag Það var allt á hotniður Ég var, fuck, ég make it ekki lengur allt þetta lið allir svo andlegir og allir svo þetta og allir svo hitt Þú veist, hvað er að vera andleg? Já, einmitt En þú bara Það var flott Já, það var mjög flott Ég er mjög ánægður með þetta Samtal Og algjörlega, ég tek mikið tíminn Geggjað Heyrðu, við ætlum að fara að ljúka þessu Núna ætla ég að fara í smá kynningu hérna, og smá lokaorð frá sponsorum Og gjafir sko, Fæ ég gjafir? Þú fær fullt að gjöf Baðar í gjöf Þú ert búin að gefa okkur gjöf og þú kemur ekki tómhentur út Herðu, hljóðeinangrun frá Þ. Þorgríms Það er ekki bara gott fyrir BDSM dýplisuna Það er líka hugleiðsluherbyggið Og ég var hérna í gær, ég var að tala við hann Daniel vinn minn Já Sko, Þ. Þorgríms er the shite sko. Hvað er þetta? Þetta er náttúrulega 80 ára gamalt fjölskyldufyrirtæki Þetta er gúmmi Þetta er, sko Er þeir ekki líka með parkett og eitthvað svona gúmmiparkett? Þeir eru með korkparkett og alls konar Þeir eru masterar í kork Sko, þetta er akústík Þetta er hérna GPB hljóðskermir Þetta er hljóðdempandi, titringsdempandi dúkur sem hægt er að nota með gólefni, loftefni og veggjum Þú getur einfallega, ef þú ert búin að grinda upp vegg sérstaklega að nota kannski, getur verið stúdíó, hótelherbyggi eða hugleiðsluherbyggi BDSM dýplusu, þú vilt ekki að börnin heyri þú ert að flengja og slá og meiða Slæmt trauma fyrir krakkana Já, getur verið það, því þau skil ekki kannski alveg hvað er í gangi hérna inni Þá getur þú sett þetta á grindina bak við klæðningu, gifsplötur eða hvað nú er Þetta bara tekur Máttu nota þetta sem undirlagandi parkett? Líka já, þetta er eiturefni og lyktarlaust Þetta inniheldur hvorki blý né tjörefni Ég er bara að segja það er allt til í Þ. Þorgríms ég labbaði hann í gær og ég er búin að fara þarna nokkuð sinnum ég labba bara í hringi bara eins og barn í dótabúð að skoða stöff og þeir eru með allt hvað var að hljóðvist og svoleiðis þetta er dótakassi fyrir þá sem eru hipp og cool og kunna meta gott stöff ekkert bubbi byggi neitt heldur old school drasl sem endist í áratugi enda er Þ. Þorgríms 80 ára gamalt fjölskyldufyrirtæki sem hefur vaxið lífrænt svo kölluð uxa aðferð hægt, jafnt og sígandi vinur kúnnans með sameiginlega velferð að leiðarljósi Amen Arnór, hér er korkur May the cork be with you Yes Þetta eru glasamáttu fyrir kakóið Nice Það verður ekki lætið þegar ég legg bollan frá mér Nei, nákvæmlega Herru, þá ætlum við að fara yfir í Gott CBD Þeir eru bæði, allt svo það gottcbd.is sem og búð upp í Urriðaholtsstræti fyrir ofan Costco Nú ferðu að Sko Já, ég ætla að sýna þér þetta hennar stöf en mér langar að segja, það er alltaf að ringi í mig lið varandi CBD-ið og oljurnar og ég er stanslust eitthvað að gefa svona eitthvað ráð aðeins út frá eigin reynslu, annars segi fólki að ég viti það ekki en það ringir í mig maður daginn sem er búin að vera á kvíðastillandi lyfjum í 3 ár búin að taka pillur upp á hvern einasta dag og hann segist að hafa áhuga á að hætta þeim og ég vil taka fram, ég er ekki að ráðleggja fólki að hætta á kvíðalyfjum ég er bara að segja þessa sögu eins og hún er og ég segi já, ég meina ég hef heyrt að þetta reynist vel og hann fer og kaupir hérna olíu upp í Urriðaholtsstræti þessa hann keypti þessa
Þessa hér, Já. þessa hér Þessa já, þessa 2000 mg leikóolíu. Þessi er góð Eftir 4 daga þá leiði honum það vel, hann var það slakur eins og smjör að hann ákveður að taka ekki kvíðastillandi töfluna sem hann var vanur að taka og þegar hann hringir í mig þá voru liðnar tvær vikur cirka þar sem hann var búinn að vera pillulaus og hann var blown away by it sko. Hann fann þetta bara Já, strax og hann velkomin að fá þér ef þú vilt, þetta er hérna Ég er góður núna. Þú ert góður núna sko, og sagan með stelpuna með svefnleysið það er eitt stelpa sem ég þekki sem gæti ekki sofið svaf fyrstu nóttina Það er alls konar ég er bólgulaus, ég detta eins og boss Ég var finn þetta á mér, ég er svo rosalega ofvirkur þegar ég mæti vinnun á mótnan að fæða mig fyrir kaffið Ég hef heyrt það Þetta bara Ég hef í rauninni bara notað þetta ef ég er bara ok, núna ætlum ég að fá mér geðveikan svefn Já, það virkar líka og það er bara mjög gott Þetta er svona jarbundið, þetta er svo náttúrulega spurning þarft þetta getur náttúrulega líka verið huglægt en það er gott þá líka Ég er sko. bara svo sultu slagur að ég hef ekki gott að þessu við daginn sko. þetta hérna, gamli stóner sko, þetta er THC frýtt weed leiðum að finna lyktan af þessu við prófum daginn, þú reykir þetta Næs, þannig að maður getur reykt á þess að vera eitthvað bólu friðin þú getur bara reykt á þess að vera freðin Já. þú verður ekki freðin, þetta inniheldur hérna, En þetta er svona þá kannski meiri slökun eða þetta er bara þetta er hérna sterkt CBD í rauninni sko. Já. Þú ert í rauninni bara, þetta er bara flott inntaka af CBD í gegnum lungun veist, fyrir þá sem að hafa áhuga á því og hérna, og ég var ekki búin að reykja í mörg ár og ég tók einn smók onni með þessum daginn og þetta var bara eins og silkipúði það var ekkert, ég fekk ekki hóstakast Nei, okay. ég sá það þannig að þetta er líka mjög gott fyrir lið sem vill kannski hætta að reykja sér ræpu skakt alltaf en vill kannski bara fara meira út í þetta sko. Þannig að það þarf ekki að hætta að reykja en það getur hætta að vera skakt mjög sniðut, mælum með þessu Reykt upp rétt þú getur, já algjörlega því CBD er actually gott fyrir þig sko, en ég þekki ofneyslu og misnotkun á THC og hún er ekki góð fyrir mig Nei, ég fór bara í alls konar geðrof og rugl og þráhyggjur sko, paranoir herru, nóg með það sko, mér langar að minna fólk á að það er tilvalið að kaupa jólagjafirnar í ár upp í þarna búð eða gott CBD, ég ætla að fara þangað kaupa oljur, fótakrem og svoleiðis og það er komið nýr afsláttakóði sem að gildir fram á jólum gefur 20% afslátt og sá kóði er græn jól með litlum stöðum Kóðin er græn jól þið getur notað þetta bæði í netverslun og upp í búð og með það að leiðaljósi may the CBD eða may the hump be with you þetta er handabörður Nice. Þetta er algjör snilt Læknar allt kuldaeg sem allt ég get vottað það sko. þú getur vottað það, þú getur líka vottað það á sinniðinum Já, nú er nóvember, ég prófaði þetta senst fyrir einhverju ári og hann hefur ekki fengið kuldaeg sem síðan sko. Búin að vera þjakaðar í ár sko. Það er nefnilega magnað heilunar power í þessari plöndu Það er það sko engin spurning Arnór, bara takk fyrir að koma Herru, takk fyrir að bjóða mér bara kikið kannski einhvern tímann aftur Heldur Namaste. betur, Namaste. heyrumst May the force be with you takk Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum Kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Todd Thorgríms er stoltur styrktaraðili þvottahússins.